Góðan daginn kæri áhorfendur og verið velkomin með okkur á IA-TV samstarfi Omnes á Akranesi í Akranes höllina. Innkassodeild kvenna í dag, leikur milli IA og Hamrana. Þessi lið mæst 3 sinnum áður, 2 sinnum hefur IA sigrað og 1 sinni hefur verið jafntefli. Leiku saman í innkassodeildinni eða fyrstu deildinni sem hún hét þá í fyrra. Og kannski kíkjum á stöðuna í innkassodeild kvenna. Þar eru Keflvíkingar efstar með 16 stig. Öðru sæti, öðru til, 3. sæti Haukar og Þróttur með 13. Síðan koma Fylkir og IA með 12 stig en IA eftir fleiri leiki. Síðan þar fyrir neðan svolítið bil niður í IR. Síðan koma Afturhelding fram og Hamrarnir síðan í 8. sæti með 4 stig. Og þannig að þetta svona fyrirfram myndi maður halda að IA ætti að vinna þennan leik líkt og þær gerðu í viðregliðan í fyrra. Kíkjum eldsnögt á þetta að marka hæst allra kvenna í innkassodeildinni er hún Unnur Ýr Haraldsdóttir, Skagakona. Vel að þessu komin, búin að standa sig gríðarlega vel, skora mikið og vonum að það verði einhver mörk í dag. En í fyrra, 17. ágúst, mættust þessi 2 lið á Akranesvelli og við skulum rifja upp hvernig það gekk allt saman. Tvær mínútur rétt tæpar eftir að þessum fyrir áleik og Skaginn sæki stíft. Hlaða núna Martein og hér kemur Rut, Þórðardóttir skorar fyrir IA. Frábær hotspyrna hérna hjá Marinni á fjarstöngina sem að Rut núna náðun að tengja. Speilmyndin núna, Rut er hérna á fjarstöngini og Fanny tekur spyrnuna. Það er aftur hár bolti á fjarstöngina og Rut enn einu sinni í boltanum og boltin hann endar í netinu og mér sýnist það vera Unnur Ýr sem að allavega fagnar manna mest og sjáum hvort við getum séð þetta hérna betur. Öryggið uppmálað. Heiðrún með sendinguna, þar kemur Unnur Ýr á auðum sjó með skot og glæsilegt mark. Unnur Ýr Haraldsdóttir með þrumufleygi alveg út við stöng í fjærhornið. Frábært upplaup hjá Skaganum, glæsilega gert. Þarna er það Heiðrún sem stingur inn fyrir hana. Hún var ekkert að spá í að koma boltanum á neitt samherja, hún bara smelt honum út við stöng. Við búum nú svo vel að við hér er Maren Leósdóttir komin í gegn, sendir hann fyrir og Aldís Ylva Heimisdóttir bætir við 4. markinu. Hún var ekki lengi að stimpla sinn, Aldís Ylva. Frábær sprettur þarna hjá Skagakonum og það er bara óskandi að þær geti byggt á þessu og komið fílöldar í síðasta hluta mótsins. Karen með góða baráttu, hérna kemur boltanum hérna út. Unnur Ýr komin inn í tegin. Unnur Ýr með boltan fyrir og boltin endar í markinu og það er Aldís Ylva Heimisdóttir aftur. Setur hann í sama horn og áðan. Já, þannig fór það 5-0 sigur Skagakvenna á síðasta tímabili en ómögulegt að segja hvernig þetta fer allt saman í dag, en ég ætla að renna eldsnögt yfir byrjunarliðin í leiknum í dag og leikmannahópana. Hjá IA er liðið þannig skipað að númer 1 er Markurinn Tori Gian Ornella, númer 5 er Anita Sól Ágústsdóttir, númer 7 Unnur Ýr Haraldsdóttir fyrir liði,
Númer 9 Maren Leósdóttir, númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir, númer 11 Fríða Halldórsdóttir, númer 16 Veronika Líf Þórðardóttir, númer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, númer 18 Berdís Fanney Einarsdóttir, númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir og númer 21 Eva María Jónsdóttir. Varamenn IA í dag eru númer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, númer 13 Elísa Eir Ágústsdóttir, númer 14 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, númer 22 Karen Þórisdóttir, númer 23 María Björk Ómarsdóttir, númer 29 Erla Karitas Jóhannesdóttir og númer 12 er María Miss Guðmundsdóttir varamarkvörður. Þjálfari Skagamanna sem fyrr Helena Ólafsdóttir og henni til aðstoðar Anita Lísa Svansdóttir. Hjá Hömrunum er liðið þannig skipað í markinu. Númer 12 er Harpa Jóhannsdóttir. Aðrir leikmenn eru númer 2 Andrea Dögg Kjartansdóttir, númer 6 Karen María Sigurgeirsdóttir, númer 7 Rósa Dís Stefánsdóttir og nú lendi ég í vandræðum þar sem að 2 leikmenn eru skráðir númer 9 en allavega eru þær í byrjunliðinu Emilía Eir Pálsdóttir og Agnes Birta Stefánsdóttir. Númer 13 er Rakel Sjöfn Stefánsdóttir og ég glemdi nú númer 11 Maríu Baldursdóttur fyrirliða. Númer 16 Saga Líf Sigurðardóttir, númer 18 Æsa Skúladóttir og númer 20 Arna Kristinsdóttir. Á varamannabekknum hjá Hömrunum eru númer 4 Arna Sól Sævarsdóttir, númer 5 Hulda Karen Ingvarsdóttir, númer 10 Inga Rakel Ísaksdóttir, númer 11 Aldís María Jóhannsdóttir, númer 15 Magdalena Ólafsdóttir og númer 19 Tinna Arnarsdóttir. Skagamaðurinn Halldór Jón Sigursson, þjálfari, honum til aðstoðar Aron Örn Sigursson. Já, það er nú kannski ekki úr vegi að svona aðeins að kíkja á hvað er framundan hjá okkur á IATV í júli. Á morgun, neða seinna í kvöld skulum við byrja að segja er leikur Kára og Víðis frá Garði. Sú útsending hefst korter í 8, leikurinn sjálfur klukkan 8. Magnaður miðvikudagur í okkur í dag. Síðan næstu verkefni 20. júli er það fyrsta deild, inkassodeild kvenna IA Haukar. Klukkan 7 hefst sú útsending, síðan 27. júli klukkan 17:45 hefst útsending frá leik IA og Þórs frá Akureyri í inkassodeild karla. Nú 28. júli klukkan 13:45 Kári Huginn frá Seyðisfirði í annari deildinni og 31. júli klukkan 7 IA Fjölnir í inkassodeild kvenna. Nú er bara biðin eftir því að dómarar leiksins komi til með liðin hérna inn. Reyndar eru Hamrastúlkur hér að hita upp en þá, og ég veit nú ekki hvort að þær fara upp í búningsklefa, en dómararnir í dag eru þessir: Viktor Pétur Finnsson mun flauta, honum til aðstofar eru Uchichukwu Michael Esse og Jóhann Finnur Sigurjónsson. En nú býðum við, eins og ég segi, bara eftir að þetta hefjist allt saman og ég kannski gef ykkur smá frí frá mér rétt á meðan.
Kaffi sér. Vá, hvað þetta mikil snið. Jæja, þá styttist nú í þetta. Það er hittað ennþá upp eins og engis í morgundagurinn, Hamrarnir, en við erum búin að fá það reynt með fekk ábendingu að heiman. Það er Emilia Eir og Agnes Birta hjá Hömrunum sem eru skráða báðar númer 9 hjá mér á úrslit.net. Þannig er það Agnes Birta er númer 9 en Emilia Eir er númer 21. Þannig að það er komið allt saman á reynd. Innkassadeildin aðstæðar Ía eru Norðurár, Ólís, HB Grandi, Askja, Kia á Íslandi, Verslunin Nína, Krónan, Vífilfell, Íslandsbanki, Bílaleiga Akureyrar, Þ og RVA en Ía leikur einmitt í búningum frá RVA. Maður leiks á þessu sinni var gjafabréf frá veitingastaðnum Ríó í Reykjavík. Við biðjum áhorfendur að kjósa á www.kfia.is mann leiksins. Já, við tökum undir það með kynni leiksins. Þið heima í stofu eða þið sem eruð að horfa á þessa útsendingu getið að sjálfsögðu kosið mann leiksins eins og aðrir inn á kfia.is og svona síðustu leikir hjá þessum liðum í að búið að fara í gegnum erfitt tímabil þangað til að þær spiluðu gegn Sindra hérna heima í síðustu umferð þar sem að þær unnu 11-0 en þremur leikjum þar á undan
höfðu þeir tapað fyrir Fylki 4-1, þar áður fyrir Keflavík á útivelli og þar áður fyrir Þrótti hérna heima 2-0, en síðasti sigurleikur á undan þessari taprennu var gegn Fjölni á útivelli í lok maí, en við vonum að sjálfsögðu að Skagastúlkur séu komnar á beinu brautina. Þær eru að koma hér inn í salinn. Hamrarnir aftur á móti eru með einn sigurleik úr síðustu 5 leikjum. Í síðustu umferð töpuðu það fyrir Þrótti 1-0 á útivelli, unnu þar áður Fjölni á heimavelli 4-3, töpuðu síðan þar á undan fyrir IR 2-0 á útivelli. Heimaleikur gegn Fylki tapaðist þar á undan 1-3, en gerðu síðan jafntefli 19. maí gegn Afturheldingu Fram á útivelli 1-1. Númer 16 Saga Líf Sigurðardóttir, númer 18 Æsa Skúladóttir, númer 20 Arna Kristinsdóttir. Varamenn Hamrana eru Arna Sól Sævarsdóttir, Hulda Kar Víkvarsdóttir, Inga Rakel Ísaksdóttir, Við sem að stundum að IA-TV og þeir sem að horfa oft á IA-TV eru svo sem þekkja vel til heimaliðsins, en kannski færri sem að þekkja til þeirra að norðan. Þær dreifa markaskorunu nokkuð vel. Það eru 2 sem að hafa skorað 2 mörk í deildinni hingað til. Það er Karin María Sigurgeirsdóttir og Rakel Sjöfn Stefánsdóttir, báðar með 2 mörk, en þær eru nokkrar sem að hafa leikið alla leikina. Agnes Birta, Arna, Emilía Eir, Harpa Jóhansdóttir, Karin María, Rósa Dís, Saga Líf og Æsa Skúladóttir, allar búnar að spila alla leikina. Með þessum í dag eitt rautt spjald í sumar. Rakel Sjöfn Stefánsdóttir, ég vil benda á þeim sem eru að horfa á þetta og hafa aðgang að tölvu og Facebook, að inn á IA-TV síðunni okkar á Facebook, þar erum við með þráð undir auglýsingunni fyrir þennan leik og þessa 2 leiki sem eru í dag, og þar eru alls konar tenglar inn á hitt og þetta, inn á ksi.is og úslit.net með alls konar upplýsingum bæði lið og deildina og svo framvegis, þannig að ég endilega hvet ykkur til þess að kíkja á það. Það er margt forvinnilegt að sjá, en nú eingöngu beðið eftir dómurum leiksins sem átti að vera komnir og búnir að flauta á fyrir 4 mínútum síðan. Ekki veit ég, jú, hér koma þeir í hús, koma þeir galvaskir dómara leiksins, og þá getum við kannski farið að byrja þetta. En hjá IA konum, eins og áður sagði, Unnur Ýr marka hæst með 9 mörk í deildinni. Næsta þar á eftir er Berdís Fanney með 4, en síðan eru þær 4 með 1 mark, og það er kannski það sem að vantar þetta tímabilið, eru mörk úr fleiri áttum frá IA-stelpunum. Maren Leónsdóttir sem lengi vel var marka hæst á síðasta tímabili, eingöngu með 1 mark sem komið er, og Aldís Ylva Heimisdóttir sem við sáum áðan skora 2 mörk gegn Humrunum á síðasta tímabili, svo sem búin að vera meidd, en hún er ekki komin á blaða ennþá. En ég myndi halda það að allar stelpunnar sem að spila núna voru með í fyrra líka, en Rut Þórðar Þórðardóttir sem skoraði fyrsta mark gegn Humrunum í fyrra, hún er að sjálfsögðu ekki lengur með, en nú er fátt eftir annað en að ákveða hver á að byrja og svoleiðis. Litla tafir á leiknum, 5 mínútur eða svo. En þarna eru þær fyrirliðarnir Unnur Ýr og Elva Marí
Það er búið að finna út úr þessu. Dómarar leiksins klárir í slaginn. 2 leikboltar. Það hefur kannski verið vandamál að finna bolta, ég veit það ekki. En okkar maður Uche fer með hann þeim megin sem að hamrarnir í vörn. Vonandi er það merki að það verði meira aksjón þeim megin, en Skagastúlkur munu byrja þennan leik. Ég glemdi að lesa dómara með leiknum. Og það er Bergdís Fanney Einarsdóttir sem að tekur fyrstu spyrnuna. Jóhannes Finnur Sigurjónsson og Utsén Edsen. Áfram Skagastúlkur. Það er allt klárt. Og þá er flautað á og leikurinn komin í gang. Loksins. Skagakonur ætla að byrja strax hérna á sókn Veronika inn á Bryndísi. Aftur á Veroniku. Fara geysast fram öllin í margar unnur ír upp í hornið. Veronika eldir, en það er Emilía Eir sem að hreinsar þetta út af. Maren á Bryndísi með fyrirgjöfina. Fanney í dauðafæri og fyrsta færið komið hérna eftir 30 sekúndna leik. Bergdís Fanney Einarsdóttir náði ekki að stýra boltanum á markið. Þá reyna þeir að spila út úr þessu. Hamrarnir einhvers konar varaleið hjá Þór Káa, enda Halldór eða Donni búinn að gera frábæra hluti með Þór Káa liðið. Frábær barátta hérna hjá Söndru, en það er dæmt á þetta. Og Hamrarstúlkur eiga spyrnu sem að Arna Kristinsdóttir tekur. Hún skiptir yfir. Þar er Rósa Dís tilbaka á Elvu Marí. Hún aftur á Örnu. Fanney setur press á hana. Heiðrún í baráttunni, nær boltanum. Finnur Bryndísi. Fanney á hlaupinu. Nei, það er Unnur Ír fyrirgefið. Nær hún fyrirgefin, hann gerir það. Maren er komin í dauðafæri og þetta er skot á mark. Maren Leósdóttir búin að koma Skagakonum yfir eftir tæpar 2 mínútur. Maren Leósdóttir eftir 2 mínútna leik tæplega, og ég var að auglýsa eftir mörkum frá henni og þau eru komin. Fyrsta marki í dag. Sandra skallar þetta fram á Heiðrúnu. Maren Leósdóttir sem skoraði fyrsta mark Skagamanna. Óska byrjun hjá heimakonum. Eva María hérna kemur þessu út fyrir. Anita Sól búin að spila núna 2 síðustu leiki í miðri vörninni. Byrjaði fyrirluta tímabilsins eftir hún kom heim frá Bandaríkjunum. Þá byrjaði hún að spila í bakvarðarstöðunni. Þetta verðist henda liðinu ágætlega, enda það er heldur hreini í síðasta leik og gott betur en það. Þetta er kannski einhver vísbending að vörnin sé að fara að halda betur. Vonum það. Þær halda áfram að pressa. Æsa sendinguna miðina, en Sagalíf missir boltan. Fanney finnur Unnur út í hægra megin, nær fyrirgjöfinni. Bryndís er þar í baráttunni, nær skot á markið og skorar Bryndís. Kemur Ía í 2-0 eftir tæpar 4 mínútur. Þetta er ágætis byrjun. Hún er búin að skora núna á síðustu 94 mínútum af fótbolta. 13 mörk heimakonur.
Virkilega gott og góð byrjun á mögnu miðvikudegi á IA.TV. Anita hreinsar þetta frá. Maren að taka þetta niður. Kemur hann tilbaka á Evu. Eva undir pressu. Andrea Dögg nær að vinna boltan að henni hérna á hættulegum stað. Kemur boltinn fyrir og hver er hérna að komast í færi? Karen María, en Heiðrún nær að hreinsa þetta upp. Maren er að snúa, reynir að leita að Veroníku, finnur hana ekki. Andrea út á kantinn. Heiðrún undir pressu, losar þetta hérna upp á Fanneyju sem hann nær ekki að halda þessu inn á. Bryndís Rún Þórólfsdóttir að skora sennilega sitt fyrsta mark í sumar. Það er virkilega gott að fá fleiri á blað og kannski er þetta leikurinn til þess. Elva Marí missir hennan út fyrir eða sendi hennan út fyrir. Annað sem að hefur gerst einmitt núna upp á síkastið að Fríða Halldórsdóttir er að spila á miðjunni sem að hún hefur verið að spila í miðri vörninni þar sem að Anita Sól er núna komin í hennar stöðu. Kemur fyrir gjöf en Fríða hafði nú meiri tíma heldur hún gerir sig grein fyrir þarna en Elva Marí missir hann yfir sig. Unnur potar hann á Fanneyju, Fanney leggur á stað. Reynir að þræða hann hann aftur inn á Unni en Fanney gerir vel, kemur hann á Heiðrúnu og Heiðrún hittir boltan, skulum við kalla, hittir hann ekki. Þá koma hamrarnir en pressan frá Skagastelpunum er góð, erfið við að eiga. Boltinn yfir á Rósu Dís. Þetta er erfitt að byrja leik nánast 2-0 undir. Þá koma þær. Fríða togar hérna en leikurinn látin halda áfram. Karen María komin í færi og skot beint á Tori í markinu. Vel dæmt þarna. Hann lét ótalið að Fríða togaði þarna á miðjunni enda góður hagnaður í boði. Það er Emilía Eir sem að tekur hotspyrnuna. Meðalaldurinn í byrjunarliðinu hjá Hömrunum 20,4 ár. En ef allur hópurinn er tekinn þá er hann nánast jafn því að bekkurinn hjá IA er mjög ungur en hér er dauðafæri. Skalli yfir markið. Hver var það? Það er Agnes Birta Stefánsdóttir sem að var þarna í fínu færi en náði ekki að stýra á markið. Þannig að það er augljóst að þetta er ekkert sjálfgefið að leikurinn haldi áfram eins og hann byrjaði. Hann er ógnandi. Boltinn tilbaka á Hörpu í markinu sem að spyrnir frá. Andrea nær að taka hann niður, losar hann hérna upp í hornið. Þar er Rakel Sjöfn. Já, Skagastúlkur þurfa að vera vel vakandi en þarna var Karen í rangstöðu og gat ekki farið eftir honum. Heiðrún fram á Bryndísi. Fær á sig pressu, góð pressa í Hömrunum þarna. Heiðrún aftur á móti, nær að vinna tilbaka. Fríða leggur hann tilbaka á Tori og þá byrjaður upp á nýtt. Tori með fastan bolta hérna fram. Fanney nær að koma honum áleiðis en Elva Marí vel vakandi í vörninni. Arna hreinsar þetta svo hérna út til vinstri. Þar er Emilía.
og sparkar honum út fyrir. Donni þjálfari Hamrana stappa stálinni í sína konur. Þannig finnur Mareni, hún að nálgast teginn, leggur hann út á Heiðrúnu. Heiðrún fyrir í fyrsta, þetta inn að markinu og beint í fangið á Hörpu sem að greip þetta öryggi. Kemur svo meðan langan hérna út til hægri í áttina Karini Maríu. Sandra í vandræðum. Karin nær boltanum. Hún hérna með aðstóð en tekur skotið og Tori þarf að slá hann upp í skeitunum framjá. Tvö mjög góð færi sem að Hamrarnir eru búin að fá núna eftir að Ía skoraði annað markið. Tíu mínútur liðnar og staðan 2-0 þegar Hamrarnir eiga hotspyrnu. Hún kemur hérna hátt inn á teginn. Anita skallar hennar frá Æsa og þetta rennur út í sandinn. Sandra hreinsar þetta fram. Elva Marí gerir vel að snúa hana á Mareni. Saga tilbaka á Hörpu í markinu. Aðeins slakað á pressinu öllítið en ekki mikið. Það eru nú samt að sækja þær svolítið framalega. Já, Fríða fram á Mareni. Hún er sterk, hún stingur inn fyrir og Fanney eldir. En Elva Marí velvakandi. Þær eru vaknaðar hérna í vörninni. Heiðrún að fara að taka þetta engast eða hvað? Nei, Fanney ákveður að taka við djöflinu, kastar hérna inn á teginn, þar er Maren, missir hann yfir sig. Fríða tekur skotið en Harpa ekki í neinu vandræði með þetta. Veronika stoppar þetta en Emilia nær að halda þessu lifandi. Eva María hins vegar komið með hann hérna tilbaka á Tori. Karen pressar og Tori lúrar þessu upp í rjáfur. Karen fær hann hérna upp í vinstra megin, gerir vel, frábærlega gert hjá henni, reynir skotið. Fríða hins vegar fyrir og það er hotspinna. Búin að vera hættuleg þessi hotn frá þeim. Hér kemur hotspinnan en það er Fríða sem að skallar það frá. Hann á að halda þessu lifandi. Boltinn aftur upp í hotnið, aftur fyrir en Tori kemur út og tekur þetta. Anita reynsar frá en það er að ná að halda pressu. Saga fyrirgefi. Anita hafði nú meiri tíma hana fram á Unni sem að reynir að elda en nær ekki. Fríða skallar þetta síðan niður. Bryndís út á kantinn, þar er Veronika full værikær hana. Andrea Dögg reynir fyrirgjöf en í varnarmann. Já, ég verð að segja það liggur nú frekar í loftinu að Hamrarnir minnki munin heldur en að heimakonur bæti við. Það hafa verið verulega ógnandi hérna síðustu 10 mínútur eða bara frá því að Ía skoraði annað markið. Donni handstýrir þeim hérna af liðlinni. Flottur bolti inn á teginn.
en aftur það Fríða sem að skalla frá en boltinn aftur út í hornið. Önnur fyrirgjöf. Já, Sandra nær að koma þessu frá. Veronika hérna vinstra megin núna, finnur Fanneyju. Fanney í tæklinguna, vel gert hjá Æsu sem að stingur síðan hérna inn á Karini sem að þetta aðeins svo langt fyrir hana. Já, Helena þjálfari Skagakvenna vill að haldi betur í hann, haldi betur í boltan. Já, vonum að seinni hlutin af tímabilinu verði betri en hann var í fyrra. Það nefnilega, þetta margt svipuð tímabil svona að fara af stað. Byrjuðu mjög vel í fyrra eins og núna en svo komu tapleikir þar sem að vörnin var hripleg og það náði einhvern veginn ekki að rífa sig upp úr því í fyrra en það verðast vera að gera það núna. Vonum að það haldi áfram. Frábærlega gert spræk Karen 17 ára stelpa alveg pressar hérna vel og Sandra leggst ofan á hana síðan og það er dæmt á það. Gríðarlegur kraftur í henni Karini. Þessi aukaspyrna er yfirmarkið. Sennilega verið að reyna skot. Hún Arna Kristinsdóttir. Unnur á Heiðrúnu, hún aftur á Unni. Unnur er að sleppa henni í gegn og Unnur nær skotinu, það er máttlaust. Þarna voru þar 2 á 1 og með Fanneyju með sér. Karen, hún er ekki að halda þessum inn á. Fanney skallar þetta inn á miðun á Bryndísi, hún er áfram á Maren á Heiðrúnu. Heiðrún snýr af sér Emilíu, kemur hún síðan hérna inn á Unni Ír. Unnur konin á tegin, hún undir pressu, nær fyrirgjöfinni en yfir Marinni. Veronika nær skotinu en það er yfir, náðu ekki að halla sér yfir þennan. Þetta undir pressu þarna. Harpa spyrnir á markinu. Fríða gríðarlega sterk í loftinu sem fyrr. Karen gerir vel fína sendingu hérna upp í hornið á Æsu sem að kemur með hann fyrir í fyrsta. Eva Marie í vandræðum en já, vel gert hjá Andreu, sótti hann á hornspyrnu. Það má ekki leyfa sér neitt kæruleysi gegn þessu liði. Það eru gríðarlega sprækar þessar stelpur að norðan. Þessi er inn á næstsvæði. Heiðrún, nei, það var Bryndís sem að hreinsaði þetta frá. Já! Langt sem maður sé þennan. Þetta tókst betur heldur en á HM daginn.
en hún fór inn á völlin, sýnist mér að aðstofadómarinn flaggar hérna fjær, en þetta er gaman að sjá. Þarna sameinast tvær af vinsælustu íþróttagreinum á Íslandi í dag, fótbolti og fimleikar. Vel gert, en fín vörn þarna hjá Rósu. Donni ekki hrifinn þarna, en sigur í þessum leik hleypir Ía upp í annað sætið, en reyndar eftir 8 leiki sem er 2 leikjum meira heldur en Keflavík, Haukar og Þróttur sem er hérna í kring, og 3 leikjum meira en Fylkir sem er í 5. sæti. Þannig að það er búið að spilast eitthvað mjög undarlega þessi deild, en hér er atgangur í tegnum. Þetta er eini leikurinn í inkassodeild kvenna sem er leikinn í dag. Það er eini í inkassodeild karla hins vegar. Einn leikur þar. Það er Þór Akureyri tekur á móti Þrótti frá Reykjavík, og svo eins og ég kom inn á áðan er hér í annari deildinni Kári Víðir. Káramenn með frábæran sigur á Völsungi í síðasta leik. Sjáum mörkin úr þeim leik þegar sú útsending er hafinn seinna í kvöld, en núna er öll okkar einbeiting hérna á inkassodeild kvenna. Þá koma Skagakonur, það er aðeins að bæta sér þetta upp. Fanney komin í gegn eftir flotta sending. Þetta er skot í stöngina. Tók hann á nær eftir frábæra sendingu frá Unni. Verður hún ekki að vinna boltan aftur inn upp í horninu? Það er, vel gert þarna, fyrirgjöfin síðan, út í teginn, Maren leggur hann fyrir Unni sem að tekur skoti fram hjá. Töluvert betra núna. Skagakonur minna á sig líka. Harpa með spyrnuna yfir alla miðuna, síðan inn fyrir vörnina. Anita hins vegar og Eva María hjálpast að við að koma þessum frá. Fríða missir hann yfir sig. Maren Leósdóttir sterk þarna. Það er ekki gaman að lenda í henni. Bryndís stingur í gegn á Unni, en hún er flöggur rángstæð. Þarna valdi hún vitlausa leið, segi ég. Maren Leósdóttir var á flegiferð í svæðið sem að opnaðist þegar Unnur tók þetta hlaup inn, en hún Bryndís reyndi úrslitasendingu. Þarna hefði verið mjög áhugavert að sjá Marinni fá hana, vegna þess að þær voru þá sko 3 eða 4 í tegnum fyrir fyrirgjöfina sem að á eftir kæmi. Langur bolti, Fanney nær hún að valda boltanum. Nei, vel gert hjá fyrirliðanum Elvu Marí, en hún gengur hamrunum verra að koma boltanum frá. Maren að pressa stíft hérna og vinnur innkast með því. Nú leyfa mér að minna á það að þegar við hort á frábær sending inn fyrir, en þetta var tæft. Sennilega dæmir metur dómarinn sem svo að Andrea Dögg hafi verið búin að missa af boltanum, en Eva María dettur á hana þarna, og ef Andrea hefði verið með fullt vald á boltanum þá hefði þetta verið
aukaspyrnu eða víti eftir í hvar þetta var. En ég ætla að fara að segja minna ykkur á að þegar hort á leiki á YouTube þá náttúrulega sjálfsögðu getið þið stjórnað öllum endursýningum sjálf og gott betur en það, þetta gagnvirkni í þessu og ég hvet ykkur til að taka þátt í umræðinni á spjallræðinum sem að fylgir þessum leik sem og auðvitað óskum við eftir því að þeir sem að nenna að gefa sér tími að deila þessari slóð með sínum vinum. Ég tala nú ekki fyrir norðan þar sem að margir eru eflaust sem að myndu vilja horfa að deila þessu sem víðast og hjálpa okkur að breiða út boðskapinn. Hún vippar þessu hérna fram og Unni, hún fleytir þessu á Marinni sem að þetta var skemmtilega spilað hjá þeim. Aldurs forsetarnir í liðinu að undan skilinni Tori í markinu. Hún fætt 93 og Maren og Unnur Ír 94. En Fanney hérna með hotspinnuna, hún inn á fjárstöngina, Eva María kemur honum aftur fyrir, mikill handagangur en Hamra stúlkur ná að koma þessu frá og Sandra tilbaka á Tori, hún aftur á Söndru og hún aftur á Tori. Dauða færi hérna hjá Fanney. Veronika kemur þessu á Fríðu. Hún út á Bryndís. Kemur þessu á Veroniku. Hún kemur síðan með hann langan yfir til hægri. Þar eru Fanney og Heiðrún sem að endar með boltan nær honum síðan fyrir en Harpa kemur út og grípur þetta. Veronika Unnur eltir þetta en hún vel vakandi hana Elva Marí. Maren, hún gríðarlega sterk með manneski í bakinu, kemur honum hérna inn á Unni. Unnur komin hérna inn á Martin en hún aðeins of mikið. Þarna hefði hún mátt koma þessu fyrir markið, missir hann aftur fyrir og markspyrna. Það bara hálftími liðin að leiknum og enn situr við. Ég held að við verðum að fara að sjá einhver markaregn hérna áframhaldandi. Það Unnur Ír komin með hann alveg upp í horni, lætur hann fara út fyrir þetta með manneski í bakinu, vinnur innkast. Unnur býr sér undir að taka þetta bara sjálf. Bryndís fær hann út á Veroniku. Veronika tilbaka á Söndru. Vel gert hjá henni. Finnur síðan Marinni. Marin upp í horni á Veroniku. Og Veronika með vinstri fyrir en vörnin klár. Þá kemur Karen tilbaka á Æsu. Löngsending hérna upp í hornið. Anita eltir þetta. Karen líka. Tori þarf að hreinsa þetta fram en hún gerir það vel. Finnur
brjóskásan á Veroniku en Rakel Sjöfn hérna með fínan sprett frábær tækling hins vegar hjá nei, það er dæmt á Fríðu hérna já, ég ætlaði að fara hrósinni fyrir þessa tæklingu fínasta barátta það sýnist mér vera Agnes Birta sem að tekur þessa aukaspyrnu spurning hvort hún tekur skotið nei, þetta er inn á tegin þær eru margar hérna og þetta er mark það er fyrirliðin Elva Marí Baldursdóttir sem að minnka munin hérna þarna svaf vörnin alvarlega og þetta mark á 30. mínútu já, þær voru búin að sína að þetta býr í þeim þá voru þær búin að gera betur en á síðasta tímabili en Unnur Ýr hérna staðráðin í að bara breyta þessu strax aftur Fanney í færinu en nær ekki föstu skotamarkið stefnir í hörku spennandi leik hérna í Akraneshöll Harpa með langan bolta fram Eva, hún er of sein þarna hefði nú alveg mátt láta leikinn fljóta örlítið lengur dómarinn segi ég en Eva María of sein í bolta það voru ekki vissar hvor ætti að taka hann hún eða Anita og það endaði með því að hvoru gerði það og Agnes aftur klár í aukaspyrnuna ég ætla að leyfa mér að spá því hún skjóti bara núna nei, þetta verður sending inn á tegin jújú, þetta er skot það er hátt yfir og framhjá fullt að færum í þessum leik Maren hún missir hann út fyrir það var leikmaður með 11 Elva Marí Baldursdóttir sem skoraði fyrsta mark þá koma Skagakonu Bryndís að Heiðrún leikur á Agnesi finnur Bryndís aftur hún stingur inn fyrir það er Maren Leósdóttir komin inn fyrir upp að endamörkum nær þessu fyrir en Elva Marí klár en Veronika nær fyrirgjöfinni hérna og Unnur, þetta er yfir allan pakkan Unnur og hún með fyrirgjöfina og enn er að Elva Marí en hún kingsar þennan aftur fyrir frábærir spilkablar hjá báðum liðum á köflum hérna já, gengið ekki búið að vera neitt rosalega gott undanfarið hjá Hömrunum en það býr hellingur í þessu liði, það er augljóst kemur Maren með hotspyrnuna Fríða tilbaka á Fanney nær að snúa hvað finnur Evu Maríu hún lengir hann á Bryndísi sem að tekur fast skot eða hátt skot skulum við segja og ekki mjög fast og Harpa grípur þetta en þá var hvað búið að flagga já, það er mann hefur farið aftur fyrir Harpa spyrni frá Fríða gríðarlega sterk í loftinu Agnes nær hins vegar að snúa á hana en Veronika les sendinguna
Fanney og Unnur lögð af stað. Unnur reynir fyrir gjöfina og vill fá hendi þarna eða eitthvað. Fríða með skotið að löngufæri en Harpa örugg í markinu. Harpa með langa spyrnu, Eva skallar það tilbaka. Emilia upp í hornið en Anita reynsar þetta fram á við. Rósa Dís reynsar þetta út af síðan. Veronika kastar hérna fram í áttina Unni, nær eins ekki en Fanney hins vegar í baráttunni hérna með skot með hægri rétt yfir markið. Hægri eða vinstri, henn alveg sama. En þetta var ekki langt frá því. Þá spila Hamrarnir út úr þessu. Gera þetta ljómandi vel. Sending síðan upp í hægra hornið en Anita Sól á undan Karinni og skýlir boltanum út fyrir sterk þarna. Þarna munaði nokkra sentimetra og nokkur ár. Veronika finnur Unni, hún skallar þetta áfram en að lesa þetta í vörninni. Emilia með langan fram, Eva Maria tilbaka á Tori, fastur niðri, Agnes reynsar þetta upp, Æsa, flotta sendingu hérna en það ná ekki að gera sér mat úr þessu. Bryndís fram á Fanney sterk, nær að snúa, stingur síðan í átta Unni sem að fer á flegiferð en sendingin aðeins svo löng. Andrea Dögg hleypur síðan í vandræði. Veronika finnur Fanney. Fanney skoraði mikið fyrir IA í vetur, í vetrarprogramminu. Komið með 1 mark í deildinni enn sem komið eða voru það 2. Sandra týndi boltanum hann í augnablik, Æsa þetta upp í loft. Nei, ég að bulla. Fanney með 4 mörk á tímabilinu. Maren upp í hornið á Unni sem núna hérna vinstra megin. Unnur komin upp að endamörkum inn í teginn, fastan fyrir en það Emilia sem var þar og náði að hreinsa þetta frá. Andrea Dögg nær þessu árun og fer út af. Rakel skipti síðan hérna yfir í áttina Æsu en þetta ónákvæm sending. Unnur keyrir hérna inn á völlin og tekur fast skot en Harpa vel vakandi í markinu, grípur þetta. Kastar hérna út á Æsu. Agnes yfir á Emilia komið með boltan hérna úti vinstra megin, slök sendingi á henni. Veronika hyrðir þetta, kemur hún með Anitu. Anita fram á Bryndísi, hún aftur á Veroniku.
Veronika finnur Unni, Unnur síðan upp í hornið á Fanneyju. Fanney með fyrirgjöf en Elva Marí skallar það frá. Þá kom maður hérna Karen en Sandra sér við henni, Bryndís reynir að snúa en nærði ekki. Fín barátta hérna á hömrunum, hérna kom maður. Sendingin inn fyrir frá Sögu í áttina Karinni en Tori kom út og handsamaði boltan. Anita nær þessum, reynsar hann fram hérna, Maren er mætt, kemur inn á völlin, stingur síðan hérna á Fanneyju en þetta er aðeins svo langt og Harpa handsama boltan. Ég ætla að leiða mér auglýsa hérna þegar að flauta verður til hálfleiks ætlum við að sýna myndband sem að herðu býtum við, hér er Unnur Ýr með skot og það er mark! Hræðileg mistök hjá Hörpu í markinu. Tóku þarna fullmikla sénsa. Og Skagakonur náðu að vinna boltan þarna inn á vítateig og þá er nú ekki að spyrja að því. Já, þetta gefur Skagakonum örlítinn slaka því að Hamrarnir voru alveg líklegir til þess að bæta við mörkum. En já, ég ætla að segja það hérna þegar að flauta verður til hálfleiks ætlum við að sýna myndband, stutt myndband sem að forvarnarverkefnið ég á bara eitt líf er nýbúið að gefa út, var bara gefið út í gær og þannig að ég hvet ykkur til þess að staldra við og njóta þess í þær 2 mínútur sem að en það er það er unnið í minningu Einarstara Óskarssonar ungsmanns hérna úr nágrenninu sem að lést þann 25. maí úr lyfjaeitrun og þess vegna hvet ég ykkur til að horfa á það og ekki síst svona gefa þessu verkefni ykkar stuðning með einum öðrum hætti. En hér er Fanney að komast í gegn Elva Marí eftir á móti næra bjarga þessu og boltinn út fyrir Heiðrún missir boltan hérna og kasta hérna inn á Unni sem að framlengir þetta inn á tegin en þar er engin. Karin kemur tilbaka og sækir hann, sendingin hins vegar fyrir aftan Rakel og Skagakonur vinna hann aftur. Anita á Fríðu aftur til að baka. Anita finnur Unni, hún er að snúa og hún leggur á stað. Hraðinn á henni alveg yfirgengilegur á köflum en rétt tæpar 2 mínútur eftir af fyrri hálfleik eða venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Ekki dæmt hér, leikurinn svo sem fengið að fljóta ágætlega hjá honum Viktori. Hér er Fanney nær að fleyta þessu en Elva Marí enn einu sinni Fríðan er að pressa hérna á Karinni. Veronika hérna úti vinstra megin og Fríða pressa á hana. Hamrarnir vinna boltan, Agnes
Sendur hann hérna inn á miðvöllinu. Anita hreinsar þetta frá. Unnur Ír á Marinni. Maren á Fanneyju sem að stingur honum inn fyrir. Glæsilega gert hjá Fanneyju. Fanney komin inn á vítateiginn og þetta er skot og mark. 4-1. Berdís Fanney Einarsdóttir. Á 45. mínútu. Ég auglýsti eftir mörkum og fleiri áttum og það eru komin 4 mörk og 4 markaskorarar. Ég fer að lenda í vandræðum með pláss. Við finnum einhverja skemmtilega lausn á því. Venjuleg leiktími liðinn. Bara spurning hversu miklu er bætt við. Það ætti nú ekki vera svo mikið. En virkilega góð staða hjá IA-liðinu hérna í hálfleiknum og dæmd aukaspyrna. Það er ekki nema að sé með 5 mínútna seinkun á öllu saman. Leikurinn hófst 5 mínútum of seint en hér er hins vegar flautað til hálfleiks. Staðan 4-1. Þetta byrjaði allt saman með marki á annarri mínútu. Það var Marin Leósdóttir sem kom IA yfir. Bryndís Rún bætti við öðru marki á 4. mínútu. Síðan var það undir lok hálfleiksins á 41. Unnur Ír með 3. markið eftir að Elva Marí hafði minkamunn í 2-1 á 30. mínútu en síðan var það Berdís Fanney Einarsdóttir á 45. mínútu sem kom IA í 4-1 og þannig er staðan í hálfleik. En ég ætla núna að setja í gang þetta myndband sem ég talaði um áðan. Endilega gefið ykkur tíma í rétt rúmar 2 mínútur og horfið á það. En við komum aftur eftir cirka 15 mínútur. Því ég sví á milli stjarna, veit að þú ert þarna. Þú horfir á mig, vilt ég gæti séð þig. Gæti séð þig, vilt ég gæti séð þig. Hvíldu í friði. Einar Darri, 18 ára hamingjusamur drengur í blóma lífsins, lést af völdum lyfjaeitrunar þann 25. maí síðastliðinn. Eftir dauðsfall Einars Darra standa vinir og fjölskylda, hundruðir kvenna og karla með nístandi sorg í hjartanu. Ég misti uppeldisbróður minn. Ég misti besta vin 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 minn. Ég misti frænda minn. Ég misti bróður minn. Ég misti systursson minn. Ég misti frænda minn. Ég misti besta vin minn. Ég misti bróður minn. Ég saknaði Einar. Ég misti barnið minn. Ég misti litla bróður minn. Ég misti son minn. Ég misti barnið mitt. Frændi minn er dáinn og ég sakna hans svo mikið. Við öll mistum Einar Darra og fullt af fleiru fólki. Einar Darri er ekki sá eini sem látist hefur vegna misnotkunar á lyfjum á þessu ári. Þvert á móti má rekja tugi dauðsfalla til lyfjamisnotkunar á hverju ári. Dauðsfalla sem snerta líf þúsunda og skilja eftir í sárum. Hugsum okkur tvisvar áður við förum að flykta við lyf eða önnur fíkniefni. Ég á bara eitt líf og þú líka.
Jæja, velkomin aftur á IA-TV samstarfið Omnes á Akranesi. Þá styttist í síðari hálfleik á þessum leik IA og Hamrana í inkassodeild kvenna. Staðan 4-1 í hálfleik. Skagakonur byrjuðu snemma, skoruðu 2 mörk á fyrstu 4 mínútunum. En þá snéru Hamrarnir leiknum sér í vil í rauninni í dálítinn tíma og settu IA undir mikla pressu og hefðu hæglega getað skorað fleiri mörk en þetta eina sem þeir gerðu á 30. mínútu þegar Elva Marí minnkaði muninn. En síðan náðu Skagakonur áttum aftur og fóru að ógna vörninni, þar áttu í erfiðleikum með hraðan á þeim, Unni og Fanneyju, og það voru einmitt þær tvær sem að skoruðu síðan þessi seinni 2 mörk fyrir IA og 4-1 er staðan sem sagt og engar breytingar sjáanlegar á liðunum en sem komið er, sýnist mér. Inn á vellinum hjá IA eru Tori í markinu, síðan eru þær Unnur Ýr, fyrirliði Anita Sól, Maren Leósdóttir, Bryndís Rún, Fríða Halldórsdóttir, Veronika Líf, Heiðrún Sara, Berdís Fanney, Sandra Ósk og Eva María. Hjá, býtum við, það er sennilega skipting hjá Hömrónum. Nú ættir að sjá hver það er sem hefur farið að velli. Hann byrjar hérna með langan bolta fram. Jú, leikmaður nummer 5 er komin inn á. Hulda Karen Ingvarsdóttir er hérna aftast á miðinni. Hefur þá mögulega komið inn á fyrir Sögu Líf. Ég held að það geti bara verið hjá mér. En allavega ekki er það Saga Líf. Já, ég finn út úr því einhvern tíðan þegar framlíða stundir. Jú, það er Andrea Dögg Kjartansdóttir, sýnist mér nummer 2 sem hefur farið að velli. Þannig að inn á hjá Hömrónum er Harpa Jóhannsdóttir í markinu. Síðan er það Elva Marí, Andrea Dögg er farin út af, Karen María, Rósa Dís, Emilía Eir, Agnes Birta, Rakel Sjöfn, Saga Líf, Æsa og Arna. En Rakel Sjöfn sýnist mér að vera komin hérna framar á völlin. Það eru 2 frammi núna, hún og Karen. Fín pressaðni á Fríðu, minnur boltan. Fanney. Kannski hún þarf að vera með skiltið uppi og fylla út í hálfan skjáin. Fyrst afsökunar að þessu. Bryndís reynir að leita hérna Unni. Heiðrún stingur, Unnur Ýr aðeins, þetta er óvinnalega. Sé að leikklukkan hefur farið aðeins og sent á stað líkt og hjá mér. En Agnes Maren pressar stíft hérna, nálægt í að vinna boltan af Rósu Dís. Agnes gerir vel, kemur honum út á Örnu sem er með langan bolta fram sem að Sandra skallar frá. Ég er ekki frá því að IA liðið er að spila með 3 manna
vörn eða 3 til 5 manna með þær Anítu, Elvu Maríu og Söndru sem að og síðan eru þær Veronika og Heirún svona einhvers konar bakverðir. Mikil barátta núna á Bryndís Brítun og Agnes er þarna. Það er með hárrétt dæmt þarna. Unnur Veronika tekur hlaupið og hún stingur hérna í átt að Fanneyju. Elva skallar þetta frá. Bryndís á Unni, hún á Evu Maríu sem að kemur svo með hann langan fram. Bryndís nær að vinna hennan. Maren stingur í áttina að Fanneyju, hún nær þessum og reynir skotið en það er máttlaust. Eva Já, það voru komið staðfestan tíma hérna frá aðstofadómaranum. Hún er hárrétt hjá okkur klukkan. Veronika missir hennar út fyrir. Í vandræðum hérna Elva spyrnir boltanum beinustu leið út fyrir. Og innkast hérna, Veronika kastar inn á Marini sem er gríðarlega sterk í þessari stöðu, finnur Unni sem að gerir vel aftur, komin upp að endamörkum, næri þessu fyrir en þar eru bara hamraðar stúlkur en Fríða með skot, dúndur skot í slána og niður. Er þessi ekki inni fyrir ekki að búið að flagga rángstöðu eða hvað? Hvað er hann að meina? Ég held hann sé að gefa til kynna að boltinn hafi farið inn fyrir línuna eða hvað? Já, það er Fríða Halldórsdóttir sem að ég held að þetta sé alveg pottitt mála, hann sé að gefa til kynna mark úr skotinu. Já, það er staðfest. Og nú þurfum við að fara að föndra. Markið á 50. mínútu, 51. Hamra stúlkur ætla að svara þessu strax. Í er búið að ná að skora núna 5 mörk í þessum leik líkt og þær gerðu hérna á heimavelli gegn Hömrunum á síðasta tímabili. Unnur í baráttunni missir hann. Agnes kemur löng sending fram. Karen eltir. Þessir stóru sigrar núna í síðasta leik og þessi staða lagar markatöluna allra hressilega hjá. Hér kemur langt innkast, heljarstöks eða kraftstöks innkast sem að endar í að Skagakonur gefa hornspyrnu. Það er ekki Æsa sem að
gerir þetta. Það Emilia Eir sem að tekur hornspyrnuna. Þetta hár út í tegin. Fanney skallar þetta frá og síðan á þeirra reynsa þetta frá ennþá lengra. Bryndís hittir ekki boltan hérna og Karen komin í skotfæri, gerir vel en þetta var vel framhjá. Já, það má mikið gerast til þess að Ía missi þetta niður í Óttórsdóttir sem skoraði 15 mark Skagastúlkna og liðið fyrir með. Og Fanney kom inn á varamannabekkin. Hún sýndist hún fá högg á andlitið. Já, ég get ekki betur séð að hún sé með blóna sér eða eitthvað slíkt. Hún alltaf svona ber sig þannig. Þá koma Hamararnir margar frammi núna. Kemur hár bolti inn á fjárstöngina yfir allan pakkan og aftur fyrir. Já, það var hérna í hornspyrnunni þegar þeir voru að reynsa frá. Sá að hún og Maren Leósdóttir voru hérna í baráttunni og ég gæti ekki betur síðan hún hefði fengið eitthvað högg á andlitið. Það verður að reyna að stöðva blæðinguna. Sandra, langan bolta en út fyrir. Konur falla svolítið tilbaka núna með þeir einum færri. Fanney komin inn á. Veronika fram á Unni og Fanney þarna hefði Unnur mátt taka bara sénsinn á að lúra þessi inn fyrir. Fanney hefði eflaust og dæmt aukaspyrna hérna á Hamrana fyrir tóg. Anita tilbaka á Tori út á Evu Maríu. Eva Maren býður sig í fætur. Hún gríðarlega sterk með bakið í markið. Finnur Unni hérna upp í hægra horninu sem að nær að halda sig inn á. Kemur hún fyrir Fanney út á Heiðrúnu sem að nær skotinu en það í ekki varnarmann. Nær ekki að stýra þessu á markið. Það alveg unnunæði að horfa á Maren í þessari stöðu með manneski í bakinu. Það enginn sem að kemst framfyrir hana til að ná í boltan. Hún alveg gríðarlega góð í þessu að halda boltanum og að gera eitthvað við hann. Fríða vinnur skallaboltan. Fanney í baráttunni. Bryndís. Hún komin hérna upp í hornið. Elva Marí reynsar frá. Heiðrún. Hún ennþá með boltan hérna út við hliðluna vinstra megin. Já, hún enn með boltan. Komin nálgast vítategin, kemur þessu fyrir. Elva Marí hreinsa frá. Fanney með skoti í varnarmann. Og Eva með slaka sendingu. En Anita Sól ætti nú að ná þessu. Þetta tæft. Veronika hins vegar kemst í boltan, en það gerir Emilia, vinnur á henni boltan Karen. Hún reynir bara skotið óhrædd, en hann ekki aftur fyrir endamörk. Tori sér til þess.
Eva fram á, já, frábælega gert. Unnur hleypur við boltan en Maren nær ekki valdi á boltanum. Emilía löng sending hérna fram í áttina að Karinni. Veronika með tæpa sendingu tilbaka á Anitu, en þetta yngast hljóta Skagakonur eiga, en það er ekki svo. Þá er skipting af velli, fer leikmann númer 20 Arna Kristinsdóttir og númer 16 Saga Líf Sigurðardóttir, og í þeirra stað það er einnig skipting hjá Skagakonum. Anita fer af velli og í hennar stað kemur, er það Hrafnhildur Arín, þykir mér líklegt. Ábending til mannvirkja stjóra hérna að reyna að dekja þennan blessa glugga þarna fyrir aftan, en varamenn Hamrana komnir inn á. Það er leikmann númer 15 Magdalena Ólafsdóttir sem kom inn á, og þetta er þetta er Hrafnhildur Arín auðvitað sem kom inn á fyrir Ía, sem og leikmann með 19 Tinna Arnarsdóttir hjá Hömrunum. Þetta allt saman komið á hreint. Heiðrún upp í hornið á Fanneyju, en Æsa vinnur á henni boltan, kemur honum á 11 sem losar hann svo fram. Karen mikill í baráttu, missir hann út fyrir og innkast sem Skagakonur eiga. Já, nóg eftir. Donni er ekki búinn að gefa þetta frá sér. Maren kemur honum hérna á Bryndísi, en Æsa tekur að henni boltan. Hendur svo þetta er erfiður bolti fyrir Karinni að gera eitthvað með. Hér kemur flott sending yfir á Emilíu. Emilía reynir að koma honum á Karinni, tekst ekki. Vel gert hjá Marinni Leósdóttur, potar honum hérna fram hjá Magdalenu og Unnur Ír býður sig í hlaupið, nær hún þessu fyrir. Elva Mari er fyrir, þarna stóðum vaktina vel, og hotspinna sem að Bertís Fanney tekur. Þannig kemur hotspinnan og það er Fríða sem að vinnur skallan eina ferðin enn, boltinn ón á markið. Hættu lítið fyrir Hörp í markinu, sem er þrátt fyrir stöðuna búin að eiga fína leik í markinu. Hún hefur ekki haft mikla möguleika í þessum mörkum sem að Ía hefur skorað. Það hefur verið af stuttu færi og það sem að hefur komið á hana hefur hún varið af miklu öryggi. Annað, þessi langskotin og annað sem að hefur komið á markið hjá henni. Sandra í áttina að Fanneyju sem að næra komast í boltan, er að komast hérna í gegn. Bertís Fanney með skoten beint á Hörpu, vel staðsett. Veronika á Bryndísi, Bryndís á Fríðu,
Fríða yfir á Söndru. Unnur aftur á Söndru. Sandra síðan með bolta fram á við á Marinni sem kemur honum upp í hornið á Heiðrúnu. Heiðrún finnur Unni sem kemur svo með hann hérna fyrir með vinstri. Veronika á fjærstöðinginni, nær ekki skotinu en Fanney aftur vel varið hjá Hörpu en skotið máttlítið. Og einhvert hjá Veronika þarna. Einhverjir hefðu sérstaklega í þessari stöðu. Þeirra staðan orðin 5-1. Það örugglega margir sem myndu vilja freistast til þess að reyna að koma sér í hóp markaskorara. Fríða tilbaka á Evi Maríu. Kemur á Bryndísi sem Magdalena tekur af hann í boltan. Tinna á og hér Karen í baráttu við Hrafnhildi Arín sem gerir vel. Bæði lið hafa gert breytingar á liðinu sínu. Anita Sól Ágústsdóttir leikmann nr. 5 fór út af og inn á kom leikmann nr. 4, Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir. Þetta var breyting Skagafóna. Hann gerði breytinguna í sér. Kemur löng sendingi og Unnur Ír eldir en Elva Marí á undan. Kemur hún tilbaka á Hörpu sem pollróleg, kemur hún með Æsu en Heiðrún pressar og vinnur af henni boltan. Full róleg hérna en misefnu sending frá Heiðrúnu og var að reyna að leita að Marinni Leósdóttur. Við sendum góða kveður á Skagamenn í Vestmannaeyjum ef einhverjir eru að horfa. Baráttu kveður sem þeir eru í Suðurhöfum. Fríða dæmt brotleg hérna. Búin að brjóta nokkru sem af sig. Fríða hefði hæglega geta verið komið með gult spjald fyrir síendur tekin brot en Emilía er að koma hér að velli. Emilía Ýr Pálsdóttir. Það er svo sem önnur hugmynd að breyta þessari hurð líka í spegil. Þannig að við segjum númerinn en þetta er leikmaður númer 10 Inga Rakel Ísaksdóttir. Maren reynir sendingunni hérna Fanneyju, mikil barátta en Agnes setur hann út fyrir. Veronika kastar á Marinni í hennar uppáhaldsstöðu. Aftur á Veroniku. Veronika á Fanneyju. Fanney yfir á Unni Ír sem hann ekki kraft í skotið. Og Harpa enn einu sinni til varnar. Sandra lætur hennar fara út af. Hér er ýmis róp og köll á varamannabekkjánum en leikurinn gengur. Unnur tilbaka á Marinni sem skiptir yfir til hægri. Fanney þar að elda sem á Veronika. Það er komað þessu út fyrir. Inn kom leikmaður með 10 Inga Rakel Ísaksdóttir. Veronika kastar hérna á Fanneyju. Tilbaka á Veroniku sem kemur svo með fyrirgjöfina hérna á fjarstöngina. Tinna skallar frá. 13:59 og nummer 40:10. Nummer 40:10. Væri gaman að sjá eitthvað af þessum bráðunga varamannabekk í að fá tækifæri hérna í dag.
Unnur Ýr leggur af stað, hausinn undir og vel gert hjá Elvu sem að bjargaði þessu. Karen nær ekki valdaboltanum. Fríða enn einu sinni að toga. Nú hlýtur hún að fara æfa í bókina. Ég get nú ekki annað en trúa því, en það verðist ekki. Ég fullir í það, ef þetta væri leikur í kallaboltanum þá væri hún komið með guldspjald fyrir síðendur tekin brot, en menn hafa þetta eins og þeir vilja. Æsa með langan bolta. Rakel reynir að stinga hérna upp í hornið en það tekst ekki. Fríða á Unni, Unnur á Maren. Maren skiptir aftur yfir á Unni sem kemst nánast í boltan. Æsa gerir þetta vel. Inga Rakel spilnir þessu út fyrir. Það hefur mér að minna á það að eftir tæpan klukkutíma hefst hérna leikur Kára og Víðis frá Garði í annarri deild karla. Útsendingin hjá okkur hefst korter í 8. Kára verður með frábæran sigur í síðasta leik og freista þess að stimpla sig almennilega inn í toppbaráttuna aftur með sigur í kvöld. Og það skipting aftur hjá Hömrunum. Það Æsa Æsa Skúladóttir sem að fer að velli og Hulda Karen fyllir hennar skarð í hægri bakvarðarstöðunni, en það annarkvort Aldís María eða Arna Sól sem að kemur inn á. Það Arna Sól Sævarsdóttir, númer 4. Hrafnhildur vinsar þetta fram. Fanney sterk nær að taka þetta niður. Stungið fram á Unni sem að leggur hann tilbaka á Fanney og Unnur var hérna með hlaupapláss fyrir fram að sig. Maren kemur þessi hins vegar yfir á Veroníku Líf. Veroníka kemur inn á völlin á vinstri fótinn, leggur hann tilbaka á Fríðu. Hún á Heiðrúnu. Heiðrún langar og hún tekur skotið og skorar! Heiðrún Sara Guðmundsdóttir með þrumufleig. Harpa sigruða löngufæri í fyrsta sinn í leiknum. Já, Það leikmaður nr. 17, Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, sem skoraði 7. mark Skagastúlkna. Heiðrún Sara Guðmundsdóttir á 72. mínútu. 6 mörk frá 6 markaskorurum. Það eins og þær hafi verið að horfa hérna í byrjun. Kannski voru þær að því upp í klefa. Allavega hafa þær svara kallinu frá mér að fá mörk úr fleiri áttum. Sannarlega frábær leikur hjá IA hér í dag. Fyrir utan smá kafla í fyrri hálfleik þar sem að hleyptu Hömrunum fullmikið inn í leikinn. Sandra fram á við, en Hulda Karen hreinsar þetta fram. Hrafnhildur í baráttunni. Unnur Ýr sendir hennan út fyrir. Arna Sól stingur þessu hérna í átt að Karinni sem að hefur ekki fengið úr mikla móða í síðari hálfleik. Unnur Ýr leggur á stað. Það var tæft, en Unnur Ýr vinnur boltan.
Unnur skiptir yfir á Fanneyju, hún leggur út á Marinni sem að lætur vaða en í varnarmann Elva skallar þetta séðan frá en Maren er búin að vinna hann aftur og Heiðrún bara aftur í skotið og Harpa slær hann í horn. Þetta var nánast af sama fermetranum og hún skoraði af áðan. Heiðrún Sara óhrædd við að láta vaða og Harpa var ekki alveg viss hvernig hún átti að verja þennan en hún tók enga sénsa, slóði þetta aftur fyrir og þá er Berdís Fanney með hotspinnu fyrir Ía. Hastur inn á teiginn og það er Eva María með og frábærlega varið hjá Hörpu í markinu. Gríðarlega vel varið en skallinn fastur alveg niðri við jörð frá Evu Maríu sýndist mér að vera. Hóla Maren sem tekur horni hinum megin frá. Ætlaði að halda áfram að bæta við. Það eru 4 sem er eftir að skora inn á vellinum. Hrafnhildur með skalla í fjærhóðnið en Harpa náði þessum, hann var ekki fastur. Sandra hittir í boltan illa, þetta verður út fyrir. Já, ég skal 100 heita þessi unga dama, númer 6, Karen María á ekki eftir að spila stórt hlutverk í Þór K á næstu árum. Kemur langt innkast aftur og Hrafnhildur reynsar þetta bara í innkast. Finnst mér Skaga komið hreyfing á Skagabekkin. Styttist í skiptingu frá þeim og aftur fer hún inn á völlinn og skipting, það er Erla Caritas sýnist mér. Jóhannesdóttir sem er að koma inn á 29 og hún skiptir við Heiðrúnu sýnist mér, eða hvað? Nei, er það nei, Heiðrún var bara gefin í 5, það verður hún eitthvað líf sýnist mér, eða hvað? Nei, það er eitthvað, nei, það er Heiðrún hún gaf henni bara 5 og stóð svo, en Erla Caritas komin inn á, skoraði gegn Sindra í síðasta leik. Veronika aftur á móti færi sig yfir á vinstri kantinn, þannig að Kaja fer út hægra megin. Maren á Fanneyju, Fanney sér að Unnur lað á stað, þessi sending er óvinnalega en Erla Caritas eltir, fín pressa hjá henni, nær að vinna innkast. Eldsbræk nýkomin inn á. Það eru varamenn hjá Ía sem eru ókomnir inn á, Elisa Eir, Róberta Lilja, Karin Þórisdóttir, María Björk. Bryndís tekur hann niður, reynir að finna Fanneyju, tekst ekki, Veronika vippar þessu inn á teginn. En Agnes nær að skalla þetta frá, Fanney í baráttunni, svo náður að koma þessu frá, ekki langt hins vegar, Fríða með skotið. En Harpa ekki í neinum vandræðum í markinu. Eva María skallar þetta bara beint tilbaka. Erla Caritas kemur þessi tilbaka á Marinni. Maren með skiptinguna yfir á Fanneyju. Fanney reynir að leggja hann tilbaka á Söndru, gengur ekki.
Langur bolti síðan fram í áttina Karinni sem að næra fleitur sá fram en Hrafnhildur les þetta vel. Tori á Hrafnhildi, þetta var erfið bolti að taka á móti. Já, en texta hjá henni, en þetta beint í fangi og Tori Rakel Sjöpp búin að stimpla sig inn hérna með þessi skemmtilegu innköst. Tori út á Evu Maríu, Eva með langan bolt upp í hotni, Erla Karitas eldir á flegiferð en það gerði líka Rósa Dís Stefánsdóttir sem að komst undan í boltan. Kaja upp í hotnið, leggur hann tilbaka á Bryndísi. Magdalena hins vegar kom þessu út fyrir. Bryndís slakar sendingu tilbaka hana. Þá koma Magdalena langan bolta en Sandra ekki neinu vandræði með þetta. Agnes missir hann svo frá sér. Spila tilbaka á Hörpu. Harpa síðan með langa spyrnu fram á við. Fríða vinnur enn eitt skallaboltan. Magdalena með langan bolta. Þessi hitti á Karinni, vel gert hjá henni. Hún er ennþá með boltan, nú vantar hann að losa sig við hann. En nýtti ekki mannskapinn sem var með henni. Þarna var hún nú með Örnu Sól með sér vinstra megin með hún var með 3 varnarmenn í sér en hún ætlaði sér að skora bara sjálf. Elva Marí fram á við en fann einar þessu. Bryndís á Fríðu. Já, 3 varamenn að gera sér klára á Ía-bekknum. Sýnst að vera þær Karen, María og Róberta sem eru þarna og bíða átektar. Maren með háan bolta inn á teiginn. Veronika eldir, Bryndís er með hann, kemur honum ekki á unni. Fríða, hún lætur vaða í Elvu Marí og Harpa heyrðir þetta. Harpa með langan bolta fram. Hrafnhildur skallar hann bara beint tilbaka. Bryndís upp í hotnið og Veronika eldir. Já, boltinn ætlar ekki að fara út af og hleypa skiptingunum inn. Boltinn búinn að vera í leik núna í örgulega 2 mínútur. Ja. Þá er innkast og skipting, þreföld skipting hjá Ía og það eru Bryndís, Fanney og Unnur Ír sem að koma að velli. Og í þeirra stað koma þær María, Karen og Róberta. Það er mikil skriffinska sem fylgir þessu, þannig að þetta tekur smá stund. Þetta þarf alltaf að færa til bókar. Þá er þetta klárt. Sjáum að María Björk og Róberta taka sér stöðu hérna
2 frammi. Karen kemur inn á í sínu eðlilega umhverfi hérna aftast á miðunni. Hér hún einmitt með boltan, sparkar honum út fyrir. Langur bolti frá Hrafnhildur, vinnur hennan, finnur Karini sem að leikur hann tilbaka á Evu. Eva með langan bolta, Elva Marí skallar það frá, Magdalena Agnes, Veronika pressar en Hamararnir halda boltanum. Tinna fram á Karini, hún leitar hérna inn á miðuna, snýr síðan, gerir vel. Nýja breytingu á leikmannahópnum sínum. Finnur Tinnu sem að reynir fyrirgjöfina en það er aftur fyrir og útspark. Og nummer 18 Bergdís Hanna Einarsdóttir. Inn á komu leikmaður nummer 22 Hanna Þórisdóttir, 23 María Björk Ómarsdóttir og leikmaður nummer 14 Róberta Lilja Ísólfsdóttir. Erla Karítas sendir hann hérna upp í hornið á Maríu Björk. María Björk kemur með hann fyrir í fyrsta. Elva Marí sér við því. Eva ætlar að láta hann fara en það er innkast sem að ég held nú ekki að þetta sé rétt en tökum það. María snýr, fær Magdalena hann í bakið og hún potar þessu út fyrir. Sé að Káramenn eru hérna og Víðismenn klárir í uppbytun þegar þessum leik lýkur. Karen fer með boltan yfir Karini Þórisdóttur og boltin tilbaka á Tori. Þorir ekki taka hann upp. María Björk tekur hennar niður, snýr, fer hérna listilega fram hjá varnarmönnum, sendir hann svo fyrir. Maren aðeins frá þessu. Hrafnhildur Arín skallar þetta fram á Karini. Og enn einu sinni er Fríða brotleg. Rétt rúmar 3 mínútur eftir á venjulegum leiktíma. Það er nú ekki hentugt að býtum við hér, vinnur Maren Leósdóttir boltan. Hún er með Róbertu með sér, hún er með Maríu Björk með sér. En hún heldur áfram sjálf, reynir síðan fyrirgjöfina og Elva Marí er fyrir og Maren tekur þetta horn sjálf. Maren með hornspyrnuna og Eva, þarna er skallaðir saman tvær. Þetta er ekki gott, þetta var fast högg og Eva María virðist vera þjáð. Gæti orðið einhverja tafir á leiknum núna held ég. Þetta var gríðarlega fast högg. Fastur skalli en þær skullu saman af afli. Hún og Elva Marí sýnist mér. Við vonum að þetta sé ekki alvarlegt en þetta er alveg bölvanlegt með þessi höfuðhögg.
Það Elva Marí svona við það að standa upp, en Eva María við, hún hérna reist við, jú. Þetta lítur allt miklu betur út. Nei, þetta Fríða Halldórsdóttir. Hver önnur? Ég mátti vita. Ég vil minna á kosningarnar mann leiksins. Þetta hægt að fara inn á kfi.is og kjósa mann leiksins. Já, ég hvet ykkur til að gera slíkt í sama. Ég veit ekki hvort þið heyrið það hérna sem vallaþjálfarinn að segja. Það hægt að taka þátt í kosningunum mann leiksins hjá IA á kfi.is. Að gera að blanda sér í og hafa áhrif. Það allt svo gagnvirkt 2018. Þá einfaldlega bara markspyrna núna. Fín pressa hérna hjá Erlu Caritas, en það líka fín barátta í Ingu Rakel sem kemur honum hérna fram á Rakel Sjöfn. Rakel leitar inn á völlin aftur, Magdalena inn á Agnesi, Maren pressar á hana, stressar hann ekki neitt. Hulda Karen sendingu upp í hægra hornið, en Sandra velvakandi kemur þessu út fyrir. Venjulegu leiktími liðinn. Öruggur sigur, náttúrulega löngu í höfn í rauninni hjá IA í þessum leik, og þær koma sér upp í annað sætið og eftir Keflavík eins og sagði hann með 15 stig, Keflavík efstar með 16. Veronika fleitir þess áfram á Róbertu. Maren vinnur hérna boltan, en hann fer út fyrir. Við munum taka okkur hlé á milli leikja, en ekki í langan tíma. Eðlilega, það verður rétt það bil 15 mínútur sýnist mér. Agnes upp í hornið á Tinnu sín hér. Hér dæmt rangstaða á Rakel Sjöfn. Og maður leiksins Fríða Halldórsdóttir. Fríða Halldórsdóttir, maður leiksins að mati áhorfenda. Ég held að ég geti alveg kvittað upp á það. Eins fannst mér Unnur Ýr að vanda gríðarlega spræk, skoraði mark, lagði upp mörk og var allan tíman ógnandi. Það hlýtur að vera mjög erfitt að spila gegn henni eins fljóta hún er. Karen missir hann þarna, nafna hennar kemur af stað upp í hornið á Örnu Sól sem að finnur síðan Rakel Sjöfn og hún vinnur hornspyrnu. 92 mínútur konar á klukkuna. Viktor með flautun í munnunum, þannig að ég gæti trúa því að ef að ég næra að skalla þetta frá þá sé ég ekkert verið að tefja þetta neitt. Hér dæmd rángstaða. Þetta búið að flagga rángstöðu þarna. Eva
Og hér flautar Viktor Pétur Finnsson til loka þessa leiks. 6-1 sigur heima kvenna, staðreind virkilega samfærandi og sanngjarn sigur. Maren Leósdóttir með fyrsta marki á annarri mínútu, Bryndís Ósk á 4. mínútu, Bryndís Rún fyrirgeði, Elva Marí minnkaði munin á 30. Síðan bættu Unnur Ýr og Bergdís Fanney við mörkum undir lok fyrri hálfleiks. Fríða Halldórsdóttir bætti við marki á 61. mínútu og síðan Heiðrún Sara á 72. mínútu og þar við satt fínn sigur. Við tökum okkur hlé hérna í rúmar 15 mínútur eða lengur. Ég á náttúrulega að sjá hvort að leik Kára og Víðis verður senkað eitthvað örlítið vegna tafa á þessum leik, en það kemur í ljós. Fylgist þið endilega með okkur áfram í kvöld, bara þangað til á eftir. Njótið lífsins.